26 stiga tap í kvöld. Er eitthvað sérstakt sem þú telur að hafi haft áhrif á þetta? Já, við vorum bara á línur. Þeir voru undan okkur og ákveðnir á öllum stöðum. Þannig að við vorum ágættir framan af, við öfnum leik framan af og fengum þeir 5 korfur svolítið auðveldar hefði upp úr svona þegar við vorum stúta illa og við náðum aldrei einu kompakki á það moment. Prófum að breyta vörn og eitthvað, en það voru bara margir lykilmenn í liðinu sem voru bara ekki að spila á sínu besta degi. Og það fór. Ég var mjög ánægður með innkomu með ungustrákunum, stóðu sig bara mjög vel þetta dag. Við hættum aldrei og hvort við höfum tapað í dag hérna eða ekki, það er ekkert, þetta er erfiður útivöllir en hérna komum við í fyrra og unnum með 20 stigum í fyrra en við býðum spenntir þetta á Haukana bara eftir áramót. Já, það mun skipta ykkur miklu máli að lykilmenn mæti til leiks en það ekki, svo þessi með fámanna lið. Já, það hefur ekkert lið að efna því að lykilmenn sé ekki spila vel. Haukarnir voru með bara 3-4 menn í hörkugýr í dag hérna. Gaman að sjá að blóðið fara renni í Finn alla. Blóðið úr Stykkishólmi sem er greinilega flossar í æðum hans. Hann var flottur í dag hérna og svona þetta sprækast því sé frá kannan þeirra. Og þeir eru bara með hörkulið og við erum búin að gefa það út alltaf að vera í tillabaráttu og meðan það er búið að tala okkur niður deild, þannig að það er ekkert óeðal úrslit með það tala en ég er ekki sáttur við að tapa svona stórt. Ég vil fá meira framlag frá lykilmönnum og ég gerir bara að þeir gera kröfu á sjálfa sig að skila meiru. Þetta verði erfitt í vetur að keyra svona mikið á sömu mönnum og svolítið á... Nei, við erum með fínan hóp. Við erum eftir að koma strákar sem eru fullan hópinn inn í þetta líka og við þurfum bara að komast upp þetta stand og æfa betur og bara geta saman. Það er það sem við þurfum að gera. Og sammenning og eining er bara það sem mun koma okkur í gang og það vantar svolítið af því í dag. Það er engin brotin í dag, við erum kannski bugar en við erum ekki brotin. Þetta er rétt að byrja. Þetta er rétt að byrja, takk fyrir það.